Það er komið með Valsteir á hausinn, hvernig svona tilfinningin rétt eftir þetta að skrifa undir? Hún er eðli málsins samkvæmt bara dálítið skrítin auðvitað. Þetta er náttúrulega ég fullu tilhlökkunar fyrir þessu, mjög spenntur. En vissulega náttúrulega skrítið og ákveðin sorg sem að fylgir þessu líka að sjálfsögðu og það held ég sé alveg eðlilegt og það mun taka tíma held ég fyrir mig að venjast þessu. Það kemur. Þetta er náttúrulega, kannski má segja að þetta byrja síðasta sumar og einhverjar sögur að þú værir mögulega hugsaði til hreyfingar þá og tekur annan tímabil. Er þetta svona, þú veist, á þetta allan þann aðdraganda eða hvernig er það? Nei, það var bara einhver manía síðasta sumar. Það hefði einhver keypt köttinn í settnum það sumar, sko. Það var eitthvað allt annað, sko. En nei, þetta gerist bara í sumar. Þetta var bara, ég fekk tíma til að hugsa og átta mig á því að bara ég þarf á breytingu að halda, bara sem körfuboltamaður. Get ekki haldið, ég gæti það alveg, en það væri ekki gott fyrir mig sem körfuboltamann að halda áfram að tvennslast á þessu sama þarna í Vesturbænum og skila vissulega árangri og það hefði ábyggilega haldið áfram en fyrir mig persónulega þá bara allt í einu kviknaði vaknaði einhver púki í mér sem að langa að reyna meira á sjálfum mig, sko, persónulega og það var held ég bara ekki að fara að gerast í Vesturbænum. Það var of létt og þægilegt fyrir mig. Þannig að þegar sú svona ákvörðun var tekin í raun þegar ég tók það ákvörðun þá snerist það bara spurninga bara hvert ég geti farið, hvar ég geti fundið verkefni sem að ég geti stigið inn í og gert eitthvað. Er einhver svona kergja varðandi viðskilnaðinn við KR? Nei, það held ég ekki. Ekki mín megin allavega. Og ekki þeirra megin flesta þá sem ég hef talað við. En ég held að kannski menn sá þetta ekki alveg koma kannski svona margir en eins og ég segi, þeir sem flestir sem ég hef talað við þá skilja þetta og styðja þetta, sko. Og bara eru bara mjög ánægðir fyrir mína hönd. Þeir held ég hafa náttúrulega líka bara séð þetta, sko, sjálfur, sko. Þeir hafa séð kúrfuna undanfarin ár, sko, og þeir skilja alveg af hverju það var og skilja ábyggilega hvers vegna ég þarf að gera þetta, sko. Það hefur mikið verið umræðinu, kannski svona síðustu 2 tímabil að verið talað sért búinn og eigir ekki mikið farið yfir aflétt skeiði. Finnst þú hafa mikið að sanna þegar þú ferð inn í þessa áskorun? Já, sko, já, þetta er náttúrulega alveg rétt og það var rétt á sér og ég vann meira það inn bara alveg sjálfur og ég hef svona einhvern veginn getað falið mig dálítið á bakvið góðan árangur, bakvið titla að Pavel kemur inn í úrslitakeppnina og góður þar og þá svona allt fyrirgefið, sko. Þannig að þetta var svona dálítið svona, ég svindlaði dálítið og þannig að já, ég held að ég persónulega sem leikmaður, ég held að sko menn halda kannski að Valur sé kannski að fá einhvern leikmann sem ætlar að koma inn með eitthvað hefð og reynslu og eitthvað svoleiðis, en ég fyrst og fremst líti á að ég er að koma eitthvað sem það líka en fyrst og fremst bara sem bara körfuboltamaður, góður körfuboltamaður. Það er það sem ég langar að sanna aftur og ég þarf að gera það. Ég átta mig alveg á því að ég þarf að sanna bæði fyrir sjálfum mér, kannski get ég, kannski ekki mjög ljós, og öðrum að ég geti bara dóminera. Áttir virkilega góða frammistöðu í landsleiknum núna í síðasta laugardag. Finnst þú að vera að fá svona annað líf og finna mikla mótiveringu að fara inn í þetta sem framöndan er? Já, ekki spurning. Ég meina, þú veist, burt sér frá þessum landsleika þá náttúrulega bara er hann afrakstur þess að ég sé búinn að æfa í raun og veru og það var nú svona megin ástæðan fyrir því að þegar að Craig hafði samband eins og hann gerir öll sumar að reyna að plata mig inn í þetta og að þá sagði ég já vegna þess
ekki segja honum þetta en það var nú kannski ekki bendla út af því að mér langaði að spila með landsliðinu. Það var bara aðalega vegna þess að þetta var frábært umhverfi fyrir mig til að svona kickstarta þessu aftur og byrja að æfa og halda mér og koma mér og halda mér í formið og þannig að landsliðið er bara algjör blessun fyrir mig sko. Og hvað megum við ekki búast við að verða eitthvað meira og stærra hjá Völsunum á næsta tímabili? Já, ég myndi reikna með því. Þeir vita alveg að þeir eru sammála því að það þarf að búa til gott lið. Þetta er ekki nóg að fá mig og þeir munu að sjálfsögðu stíga ykkur skref í því og hvort það gerist í ár eða næsta ári eða hvernig sem það er sko, en þetta er náttúrulega bara fyrsta skref. Ég er fyrsta svona dominói sem að fellur í þessu og svo koma bara kannski fleiri leikmenn og það verður reynt að búa eitthvað til en óháð því þótt að koma enginn, þótt að liðið breytist ekkert að þá verða kröfunar samt að hækka, það er fyrir öllu. Standardin er að hækka, allir leikmennir og þjálfarar og stjórnin þeir verða allir betri þegar að þeir trúa því ekki að þeir geti eigi að tapa og að þeir eigi að vinna, þá verða allir betri við það. Þannig að kannski byrjum á því að breyta því hugarfarið og innstemplaði menn að Valur á ekki að tapa og þá held ég að við töpum minna.